Nú langaði mig til þess að fara örlítið í gegnum hvernig maður heldur súrnum gangandi, allavega eins og ég geri það og þeir sem hafa verið að fá súr hjá mér, sem eru þó nokkur, að þetta aðferðin til þess að halda súrnum gangandi og síðan að sjálfsögðu nýta hann í brauð. Það gætir einhvers misskilning, einhverjum hluta vegna sem ég veit ekki alveg hvers vegna er. Ég hitti ágæta vinkonu mína bara í gær og þá kemur í ljós að hún er að bæta bara 1 desilítra af vatni og 1 desilítra hveiti út í súrinu og hræra saman. Ég spurði hana, býtu, hvað er mikill súr sem þú ert að bæta í? Og þá var hún ekkert með það alveg á hreinu og það var bara svona mikið eitthvað. Þannig að það sem að gerðist hjá henni, hann hætti að virka, var ekkert eins góður eins og í upphafi. Það sem gerðist í raun og veru var að hún sveltan, eða raun og veru gaf honum ekki nógu mikið. Af því að reglan er sú, og það er ástæðan fyrir því að við þurfum alltaf að vera að henda súr, sem við verðum bara að hafa það. Þið getið náttúrulega reynt að nýta hann, þetta er bara fórnarkostnaðurinn til þess að halda honum gangandi. Þumalputtareglan, 1 á móti 1 á móti 1. Súr, vatn, hveiti. Ég nota bara hveiti, ég nota Costco-hveiti eða Manitoba-hveiti. Og þegar ég seti í minn súr, þá vigta ég alltaf upp í hver skipti. Ástæðan er svo að þetta sem sagt er eina leiðin, eða þetta er allavega mín leið, þetta er allavega örugglega ekki eina leiðin, þetta er allavega mín leið til þess að halda mínum súr mjög ferskum og góðum og hann gefur alltaf eins eða svipuð brauð. Þannig að það sem ég ætla að gera núna, ég kom með súrinn minn hérna, eins og þið sjáið, þá er ég með hann í fötu, ég nota það mikinn súr og ég var búinn að vigta þetta, þannig að það er alveg kílóa súr hérna í þessari fötu. Og það er bara mikið, því ef ég fer að setja kíló af vatni og kíló af hveiti, eða lítur af vatni og kíló af hveiti, þá er ég komið með 3 kíló súr sem er raun og veru allt of mikið, sko. Þannig að ég ætla að vigta bara hérna. Ég er búinn að, þetta er sem sagt hálfur lítur af vatni, ég ætla að setja hálfan lítur af vatni, hálfan lítur af súr og hálfan lítur af hveiti, hálft kíló af hveiti og hálft kíló af súr. Þannig að þá er ég komin í raun og veru með 1,5 kíló sem er slatti en samt sko allt í lagi. Þannig að ég vigta bara 500 gram af hveiti hérna í þetta. Þetta er alveg hellingur sko, eins og sjáum á. 500 gram af hveiti, fer út í hérna og svo setjum ég 500 gram af súr líka. En þá sjáum við það, ég tek bara 500 gram af súrnum hérna og hef ég sjálfur sér ekkert að gera við hinn helminginn. Þeir eru bara helmingurinn af súrnum sem ég er að taka. Þannig að ég er nú bara hendi honum. Þannig bara, ég gæti náttúrulega búið til eitthvað, þú veist, eins og þið hafið séð, fólk er að búa til úr aukasúr, svona alls konar, búið til keks og eitthvað, en auðvitað er það hægt, en stundum bara gengur það ekki upp. Þannig að ástæðan fyrir því ég er að setja þetta hérna í svona stóra skál, er einfaldlega svo að það er þægilegra og fljótlegra og einfaldara að hræra hann saman. Og svo hendi ég bara þessari rest sem er í fötunni. Þessi rest sem er hér í fötunni, þessu verður bara hent. Og þá er ég komin nýja súr og hann fer aftur í fötuna. Og þá er ekkert annað að gera heldur en að hræra þessu bara saman. Og hafið það mjög sterkt í huga að það verður að gefa honum svona, það er að segja 1 á móti 1 á móti 1. Þó ég sé hérna með 500 gram, þá er það náttúrulega ekki nein regla. Þið geti gert súr með 100 gram, 100 gram, 100 gram sem er svona, þá ertu með 300 gram af súr. En svo tekur á honum þegar þú gerir brauð, ég fer betur í það aðeins og eftir. En ég bara hræri þetta saman svona, þannig að þetta sé svona tiltölulega vel komið saman og það er allt í lagi þó að séu kekkir í honum. Það þarf aðeins að skoða kannski að það sé ekki mjög stórir kekkir eða það eru mjög stór svona
stórar búlur í honum þá reynum við að lemja þær í sundur. En eins og sjáu þá þetta komið saman og þeir séu hvernig þykktin á honum. Hann er ekki mjög teygjanlegur akkurat núna því ég er svo nýbúinn að hræra hann saman. Þannig að hann teygist ekkert mikið, til að sýna ykkur muninn. Þessi hérna, hann er mjög teygjanlegur. Þið sjáu muninn á þessu. En svona er þetta bara, þessi er ónýtur, eða búinn, eða hvað ég á að segja. Já, það er bara, ég er með 1,5 kíló hérna og það er yfirdrifið nóg fyrir mig. Svona, þá er ég búinn að fæða þennan og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að vigta í sem svarar 2 brauðum. Í 2 brauð þarf ég cirka 300 grömm af súr og þá vigta ég geymi þennan súr í kæli. Hann er alltaf í kæli og ég fæða hann svona 2 í viku. Og ég tek hann út úr kælinum og fæ mér skál eða krukku og vigta 100 grömm af súr, 100 grömm af hveiti og 100 grömm af vatni. Og ég ætla bara að gera það núna. Ég ætla að taka hérna 100 grömm af þessum. Og svo 100 af hveiti. Og það er sama. Þetta bara hræri ég saman. Og þá er þetta það sem ég ætla að nota í brauðið. En þá er þetta ískalt af því ég náttúrulega nota kalt vatn í þetta, ég nota aldrei volgt vatn. Það er bara mitt. Og þetta bara hræri ég saman og seti í nýja skál. Nú bara vegna þess að þessi er orðin svo söpuleg, en ok. Þetta er bara hrært vel saman. Þetta læt ég standa, eins og ég sagði áðan, í 4 tíma lágmark. Hann má standa í 24 tíma ef þú vilt, það er allt í lagi. Og nota það svo til þess að búa til brauð. Og það er ástæðan fyrir því að ég nægi að láta súrinn fljóta vatninu í hvert einasta skipti. Af því ég ger þetta nákvæmlega svona eins og ég er búinn að vera að sýna ykkur hér og nú. Og það kom líka tölvupóstur sem ég ætla að segja ykkur frá daginn, þar sem einhver var að spá hvað rosalega ég væri snöggur að þessu, hvað þetta tæki stuttan tíma. Hann þurfti að hefa í lágmark 12 tíma til þess að fá út úr því almennilegt. En það er bara súrinn, þetta er bara hvernig súr ertu með. Þetta er ekki svona einfalt eins og að þetta virkar alltaf. Hvernig súr ertu með? Ertu með hveitisúr, ertu með grófansúr, ertu með rúminsúr, ertu með þungansúr, léttansúr. Þetta spilar allt inn í. En þessi aðferð hér, hún er búin að virka fyrir mig núna í nokkur ár og ég ætla bara að halda áfram að nota hana. Ef þið viljið setja rúmul eða hveiti, heilhveiti eða eitthvað þyngra spelt eða eitthvað í súrinn, þá verður þið að gera ráð fyrir því að hann sé þyngri og lengur, miklu lengur að púfast upp og hefa brauðið og allt sem þetta snýst um. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Þetta var stutt og laggott. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.